Arnar, eftir svona langt hlé hjá okkur, þá mæti Fylkismönnum, vinni 2-1, hvernig svona þín fyrstu viðbrögð? Bara fyrst og fremst ánægður með 3 stigin. Ég átti bara von á mjög erfiður leik, búinn að sjá náttúrulega síðustu leiki, eða flesta leiki með Fylki, sá leikinn á móti Víking og sá leikinn á móti Blikunum. Þannig ég átti bara von á, þeir eru búin að vera flottir, þeir eru þéttir, vinnusamir, duglegir og þeir eru með hættulega menn fram á þeir. Þannig að þetta var svona leikur, maður vissi ekki nákvæmlega hvernig menn myndu koma út eftir svona langt frí og nú búið að vera sól og hiti hérna á höfuðborgarsvæðinu síðustu daga, þannig að maður veit ekki hvernig menn koma út. Þannig að þá held ég svona að maður fer yfir leikinn og eftir að fara yfir leikinn aftur, þá hugsaði ég nú að svona þetta hafði verið sanngjarnt þessi sigur, en þetta var ekki klárlega okkar besta frammistaða en samt gríðarlega mikilvægt 3 stig og það er það sem maður tekur út úr þessu. Fyrri hálfleikurinn 10. lítill, kannski Fylkismenn aðeins betri út á velli, sköpuðu lítið af færum bæli. Hvað svona, þið mætið sterkir inn í seinni hálfleik, hvað farið yfir í hálfleik? Ég er ekki alveg sammálaður. Mér fannst við í fyrri hálfleik vera töluvert, töluvert með boltan einhver 60+% og við fáum dauðafæri, Orri fær dauðafæri, Aron Jó fær dauðafæri, það er kötta tilbaka og það er varið á línu. Patrik Pedersen skorar mark sem er löglegt, sem er flaggað rangstæða, þannig að við spilum út í liði sem fellur tilbaka, þannig eru 3 dauðafæri, við nýtum eitt af þeim, en ok, dómar gera mistök og það er bara þannig. Svo skorum við 2 fín mörk í seinni hálfleik, það er bara það sem skildi á milli og þá þurfti þeir að koma framar, en raun og veru fram að vítinu, þá held ég að þeir hafi ekki skapað sér neitt nema bara hætti náttúrulega hornum og einhverju slíku, en ekkert eitthvað open play sem ég man eftir. En svo fáði náttúrulega Dettar í stöðunni 2-1, þar sem ég held að það væri Pétur sem átti skalla, þannig að það var stutt á milli í þessu, en svona heilt yfir þá held ég að þetta hafi alveg verið sanngjarn sigur, en þetta, eins og ég segi, þetta er ekki okkar besti leikur og sást alveg að það var smá riðumönnum, en eins og ég segi bara aftur að taka 3 stig, það er það sem við tökum út í og við þurfum bara, ég hef ekki trú á öðru en við verum í toppstandi þegar við mætum Stjörnuna á mánudaginn kemur. Má segja, þolinmæðisverk í kvöld? Já, við áttum ekki von á, það getur vel verið einhverjir átt von á því að þetta er eitthvað léttur leikur, en ég hef bara búin að sjá liðið hjá Fylki og hvað Rúnar er búin að gera þarna. Þeir eru bara flottir og gefa öllum alvöru leiki og raun og veru, ég held að þeir eru ekki eftir að lenda í basli, ég held að þeir verði í deildinni áfram. Þannig að þeir eru virkilega flottir, vinnusamir, flott heild á þessu og fljótir að sækja með fína fótbolta, geta að spila fína fótbolta. Þannig að þetta er svona svolítið leikurinn sem ég átti von og svo líka, ég er ekkert að hjálpa, ég er ekki að kvart undan veðrinu, en þegar það er svolítið góla, þá þotnar völlurinn eittur og bingo og þegar þú ert að spila hratt á milli manna þá hægir það svolítið á og það var ekkert að hjálpa í dag, en eins og ég segi, við allavega sköpum okkur einhver færi og skorum þessi 2 mörk, það er aðalatriðið. Víkingar á toppnum núna, þið setið pressu á eiginleikinn og Víkingar núna 6 stigum eftir, setið smá pressu á toppliðið? Við erum náttúrulega bara að hugsa um okkur og það er einn leikur í einu, þetta er klisja, en það er bara þannig og við vitum alveg hvað við getum gert ef við erum í standi og við þurfum bara að sjá til þess að í hverjum leik, að þessum leikum sem eftir eru, að við séum í standi í hverjum einasta leik, að þá erum við í bullandi séns að gera eitthvað skemmtilegt, en við erum ekkert komið það langt. Víkingur á 6 stig á okkur, við hefum alvöru leik á móti Stjörnuna á mánudaginn kemur og það þurfum bara að vera tilbúnir og vonandi getum við sótt 3 stig þar, það verður ekki auðvelt, en ef við gerum það, þá erum við komið 3 stigum nær og það er markmiðið. Gylfi Sigurðsson æði með ykkur núna í síðustu viku, hvað gaf hann hérna hópnum að mæta á æfingu? Þetta er náttúrulega bara gæða leikmaður og þú bara með strákur sem er búinn að gera frábæra hluti og svo það er bara gaman að sjá fagmann mæta á æfingar og bara auðvitað er það þannig að þá fara menn upp á tærnar, þú sér það strax af hverju þessi strákur hefur náð árangri og þurfti ekki meira en eina æfingu til að sýna öllum út af hverju hann hefur verið á þeim stöðu sem hann hefur verið. En auðvitað þarf hann sinn tíma og mér finnst það bara ánægjuefni fyrir íslenska knattspyrnu og hann sé að koma tilbaka hvar sem hann endar svo, en vonandi bara, hann náttúrulega var svolítið eftir sig eftir fyrsta æfingu, fékk eitthvað maður undir hæl og er ennþá bara að jafna sig á því og vonandi kemst hann sem fyrst bara út á völlum til að æfa og koma sér í stand og svo verður bara komið ljós hvar þessi flotti drengur endar. Þannig að hann tók bara eina æfingu með ykkur í síðustu viku, ekkert meira?
Jú, hann kom á aðra æfingu, hann þurfti bara að hætta, bara út af þeim meiðslum og svo veit ég ekki meir. Hann náttúrulega bara hjá sínum sjúkraþjálfara og þangað til eitthvað kemur upp og ég á þá vona því að hann kannski mæti á æfingu núna á næstunni ef hann orðinn þokkalegur og hann ekki farin eitthvað annað. Eru einhverja líkur að hann spili með Val þegar gluginn opnar núna 18. júlí? Ég held að verði bara að spyrja Gylfa af því en það segir allavega engin nei hjá okkur, það vilja allir fá hann, það alveg klárt. En veist, ef ekki bara byrja að leiða að koma sér á lappirnar og taka einhverja æfingar og svo kemur það bara í ljós. Það sem ég tek aðal út úr þessu náttúrulega bara það að hann ætlar sér að halda áfram og það bara frábærar fréttir og hvað sem hann endar, það verður bara komið í ljós. Auðvitað væri við himinlifandi hendandi í Val en það ekkert komið svo langt. Takk hérlega.